Skotið frá Þorvaldi, góður sprettur hjá Víkingunum núna, sendingin yfir á fjarstöngina og þarna vantaði bara bolti fara á Samherja í Víkingi. Mikil barátta og Víkingarnir með ekki gleyma sér í vörninni. Egill Atlason gerir þetta vel, stöðvar hér hlaupið, fær ekki innkastið og Leifur Garðarsson er ekki ánæður. Guðjón, þú þekkir þessa tilfinningu? Já, ég held reyndar að Leifur hafi haft eitthvað til síns máls þarna. Já. Og þá koma valsmennirnir. Stefán er ekki í boltanum. Við sjáum það að það er, eins og ég sagði, ákærastigið er hátt og menn vilja reyna að komast sem allra fyrst inn í leikinn og þeir verða að vera aðeins rólegir á boltanum Víkingarnir. Við erum búin að sjá það að þeir komast í ágætis stöður sem þeir getur látið meira af sér leiða en það vantar svona herslumunni. Já, sem Reynir fær hér hverja traktiringun á fætur annari og það er ekki ráðist á fæturnar og það á skrokkinn, en hann hakkar þetta af sér, en ég veit ekki hvort hann ætlar að endast þetta. Og hér er Jón Vilhelm og hann sendir boltanum á teginn, en Víkingarnir skalla þetta út. Nú er lag fyrir Víkingarna að koma hérna fram. Viktor og hann með langa sendingu fram, reynir að finna Helga og gerir það. Fín sending, Helgi með alla fyrir fram að sig og Helgi reynir síðan að koma boltanum á Jakobs Fansberg og reynir boltanum upp og Dofri með hann hérna á kantinum, hann sendir boltanum á teginn og þar er það Víkingarnir sem að vinna síðan boltan aftur og hvað ætlar að gera þessu? Sendingin hér á Helga og Helgi sendir boltan hérna fyrir markið og valsmenn í vandræðum með að koma boltanum í burt og síðan skot! Og fín tilraun og síðan kemur þetta skot frá Dofra inn yfir markið. Góður kafli Víkinga. Þetta var flottur kafli og góð sókn og kröftug skipting hérna frá vinstri yfir til hægri og Helga og þá eru tilraunir þarna sem hefðu hæglega getað endað á markinu og ég vilja sjá það koma skoti á markið og prófa að testa Kjartan hvernig landið er leiðið í honum, en þetta var vænleg tilraun. Kjartan Sturluson með útsparkið og það er svona verið að skoða stöðun og Reynir þarna, hann segir að sé allt í lagi með sig. Haukur Páll og þetta var fullorðins tackling, vá! Hann setur fótinn töluvert hátt og það er nú alla líkur á hann. Slepp ekki með þetta? Hann sleppir ekki með þetta, hann geti fengið tiltalið en þetta er nú greinlegt að boltinn hefur nú kannski tekið mest á höggið af tæklingunni. Ég hef ekki búið því að hann færi beint í ristin á honum. Halldór Smári Sigurðsson, uppalinn Víkingur eins og nokkrir í liðinu í kvöld. Þetta er vænlegur strákur. Ég sá hann að strák skora í vetur, ótrúlegt mark upp í Egilshöll og við erum búin að sjá það hér í kvöld að hann getur alveg skotið og látið finna fyrir sér. Þannig að það eru þarna leikmenn sem að Víkingar geta bundið vonið við til framtíðar, það er alveg ljóst. Já, hann er einn úr þessum 1988 árgangi sem að stóð sér vel á Reykjöp í þriðaflokki og þeir hafa síðan tekið svona fullorðin skrefin hægt og bítandi og eru að eflast sem leikmenn og ég er bara að halda því áfram. Og það er Stefán með sendingun hér og Baldur Aðarsteinsson, hann með vantarlega sendingu sem að hafnar hjá Magnúsi Þormar sem að Víkingar fengu frá Keflavík á sínum tíma. Og hér löng sending fram og Helgi í baráttunni við Reyni og kraftur í Víkingunum. Hér er Viktor og rennir boltaninn út og síðan kemur skotið og þetta var ekki galið. Ágætis tilraun, hann vantaði svona aðeins að snerta boltan betur, en þetta var fín sókn og við sjáum enn að boltinn er að fara á bakvörðin. Helgi kemst utan á hafsendin, þannig að Reynir í þessu tilfelli að halda boltanum og á meðan flytja Víkingarnir fleiri leikmenn upp og sett upp í skotið, en það vantaði örlítið betur aftöku í skotinu. Já, ég getum ekki annað en verið hrifinn af þessu Víkingsliði. Mér finnst vera svona fullt af spennandi hlutum í gangi þarna. Það eru fínir hlutir og við erum að sjá þarna stráka sem að... Býtum við hér að Jón Vilhelm og þarna voru þeir í fínu færi valsmenn, en Jón Vilhelm náði ekki að koma boltanum frá hjá Magnús í markinu. Þarna var eiginlega sókn sem kom upp úr litlið engu og virtist vera hálfgerður sofandaháttur á Víkingsvörninni og Jón Vilhelm bara endaði í dauðafæri en Maggi gerði vel að verja þetta. Já, valsmennir eru tilbúin með skiptingu hér. Greg Ross að koma inn á í miðferra og það var talað fyrir Reyni. Já, Reynir Leósson fer af velli og
Greg Ross kemur inn á. Sjáum hér þessa skiptingu. Best að nota takkið við Reynir ekki alltaf lagi. Reynir, ekki alltaf lagi? Hann alveg búinn að því. Hann hérna rétt hjá okkur. Hann er greinlega fengið, vonandi þetta ekki mikill snúningur á hnénu en hann finnur greinlega til í hnénu. Það er aldrei gott og hættan svo að skatta liðbandið en við vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Já, Reynir bara á því æxl og verður fljótur að jafna sig vonandi. Það er Stefán og hann með sendingur inn á tegin en Magnús gerir vel, kemur út úr markinu og grípur boltann. Greg Ross fer í hægri bakvörðin og Martin Pedersen fer í miðvörðin. Þannig að hann er ekki hár í loftinu sá danski en hann er þetta komin í miðvörðarstöðina. Greg Ross í vinstri bakvörðin segi ég. Ég hefði haldið að Greg Ross myndi bara koma beint inn í miðvörðarstöðina en... Jó, hann er fyrirgefið, þetta er bara villísi með hann. Nei, hann er vinstri bakvörður. Hann er vinstri bakvörður. Já, hann er búinn að skipta. Hann er komin í vinstri hálsend. Ég fannst þetta bara svo ótrúlegt þarna að hér sjáum við staðfestútið, Fjölnir 1, KR 2, Björg Óli Tækufúsa og Baldur Sigurðsson. Ég veit ekki hver skoraði marki fyrir Fjölni. Þróttur vinnur Skagamenn, þannig að Skagamenn eru leik í bikarnum, Þróttararnir eru konur áfram. Stefán og Jón Vilhelm, Egil sækir vel að honum og Egil fær hér boltan. Sendingu hátt í loft upp og þar er það Þórir sem tekur hann vel niður, sendir hann hér tilbaka á Haug og Haugur á Greg Ross. Og það var Martin Pedersen, sá danski. Það er gaman að sjá hann klíma við Helga hér og eftir ef Helgi fer á hann. Og hér er það Rúnar Sigurjónsson, HK-maðurinn, fyrirhverjandi HK-menn í liði Vals. Rúnar og Stefán. Og Tómas sendir boltan út af. Gaman að sjá Tómas í þessu, hann er yfirvegaður og rólegur í varnarvinnunni sinni. Já, hér koma Víkingar, skeiða hér fram. Nú sending hérna yfir og nú er að sjá hvað þeir gera. Fín sending hér í átt að Viktor með skot og Haugur skot og þetta er ekki búið eða hvað. Jón Vilhelm bjargar þessu. Fín sók hjá Víkingum, virkilega fín sók. Þetta var flott sók sem byrjaði út í hægra horninu og skipt yfir hérna inn á miðjuna og út vinstri og flott fyrirgjöf. Já, sáum að Sigurður Egill, Atlan Lárusson, vinstri bakvörður, byrjaði þetta hérna. Og hér er fullorðins tackling. Hann er nú svona hálfklöðulegt hjá hann að. Já, Halldór Smári Sigurðsson fær guldspjald fyrir þessa tacklingu. Ég held að hann geti ekkert kvartað við því. Hvort að sjá hann með aftur hérna en... Já, hann þarf ekkert að kvarta við því að fá spjald fyrir þetta. Rúnar Már liggur þarna eftir, sjáum þetta hérna, þessa flugferð hér. Þetta er kannski dæmi hvað eru kapsfullir Víkingarnir og við heyrðum Leifur þjálfari að það verði ekkert að þessu. Eftir hvernig þú lítur á þetta, það er nákvæmlega þannig. Það skemmtilegasta við þessa íþrótt Guðjón og það er þetta túlkana þegar tveir menn sitja hlið við hlið og þá getur með sér hlutina svona aðeins öðrum augum. Það er fótboltinn á það sameiginlegt með trúarbrögðunum, þetta eru einhver mestu hitamál heimsbyggðarinnar. Og ég held ekki þetta engi kvartað við spjaldinu. Nei, hér er aukaspyrna sem að Valsmenn taka, það er Martin danski sem að gera það og Egill. Kemur boltar hérna fram, Viktor með boltar hérna á vægnum og Viktor sendir hérna fram og þar er Helgi í kapphlaupi við Atla. Og Atli gerir hérna rétt í stöðun að setja boltan út af meðan að Valsmenn raða sér upp og því kemur sendingin á Þorvald. Baldur og Sigurður Egill. Við sendingur hérna fram, þetta er hættulegt en Atli nær að komast þarna í boltan og síðan Haukur Páll. En ég get ekki annað en aðstæða baráttu Víkingana, þeir eru ekkert búin að játa sig sigrað, það er kraftur í þeim. Það er kraftur í þeim og þeir eru ekkert búin að játa sig sigrað og við sáum það áðan þegar þeir komist hérna upp vinstra megin að þeir reyndu á þolrifin í kjartan að verja þetta og ekki nómið heldur bamsaði boltinn út í vítategin og það mátt ekki engum unna en að jafna þarna.
Já, munurinn aðeins 1 mark. Þetta mark sem að Danny König skoraði undir lok fyrir hálfleiks skilur liðin að. Og henn eru að sjá staðfest úrslit. Stjarnan komin áfram eftir sigur á BÍ í Bolungarvík. 2-0 í þeim leik. Og hér sendingin á tegin og Þórir. En bolti þarna af Tómasi og það var eins gott að fylgdi þessu hlaupi því að Þórir var þarna í ákjósanlegri stöðu. Þetta var ákjósanleg staða og fínn bolti hérna inn á tegin og þarna mátti engum munna og það var eins og þú sagði, það var betra að fylgdi þessu eftir því að þetta virtist sakleysistlegt en hann var komin í fína stöðu þarna. Já, hornspyrna sem að markmenn fá á það Baldur Ingimar Aðalsteinsson sem að tekur spyrnuna. Og hér sendingin tegin og þetta skallir rétt fram hjá markinu. Haukur Pállani sýndi sem átti skallan og hér mátti engum muna. Það var flott skalli og þó hann sé ekki hávaxinn sem strákur þá er hann sterkur í loftinu og hann keyrir óhikað á boltan, hann ræðst á fyrirgjöfina og flottu skalli. Ég vil sjá þetta á markið því að þetta var góð tilraun. Já, Víkingar náðu ekki að valda þarna í tegnum og skalli fram hjá. Hér er Haukur í baráttunni við Spansberg og hefur betur Danny König hérna klifrar upp á Milos Glogvats og sáum þetta leikreynslu Glogvats, hann tók sér hérna stöðu og fekk manninn í bakið. Þetta er nú eitt af því sem er læra með aldrinum í boltanum. Það er hér aukaspyrnuna og Víkingar eru þá sendir framar á völlinn. Og Erlendur ekki ánægður með hvar hann ætlar að taka spyrnuna og þetta fer fyrir sáttanefnd sem að kveður upp sem dóm. Hér kemur boltinn hátt í loft upp og góður skalli þarna frá Atla. Sannur leiðtogi þarna í vörninni, kom boltanum frá König, komin vel aftur á völlina þá Stefán Eggertsson, bakvörður Baldur Aðalsteinsson, hann sveiflar boltanum yfir en boltinn í fangið á Magnúsi Þormar. Og enn sjáum við úrslitið sem við hefum eftir. Fjarðabyggð sigrar, Víkingur Ólafsvík sigrar Fjarðabyggð fyrirgefið með 3 mörkum gegn 2. Þannig að Fjarðabyggð er komið áfram. Og minnum að það eru 3 leikir á morgun og meðal annars stórleikur Keflvíkinga og FH-inga. Og minnum síðan á mörkin sem við ætlum að vera með annað kvöld. Þá kemur sendingin fram. Tómas á þennan skalla, Jón Vilhelm. Hann kemur boltanum hérna yfir á Stefán og erfið sending og Egill les þetta vel, kemur boltanum með fljótur að koma boltanum fram og hér var Helgi Sigurðsson og Atli í baráttu við hann og Atli og Helgi hafa tekið nokkrar rimmur í þessum leik. Já, sem að Helgi líkur hérna eftir og vonandi nær hann nú að halda leika áfram. Jájá. Innkastið eiga Víkingar. Og Valsmenn kom boltanum í burtu. Nei, Egill Atlason er þarna fyrir þeim og þá kemur Viktor með sendingunum á tegin. Atli skallar í burtu. Þorvaldur. Og hér Jón Vilhelm á auðum sjó og tekur bara á sprett skiljanlega. Og Danny König rífur þarna vörninu upp og Glogvats fylgir honum. Og König tók þarna þessu langa tíma þannig að Valsmenn á ekki að nýta sig það að Víkingarnir voru komnir út úr stöðum sínum. Og þá þetta skot vel yfir markið en boltinn viðkomu í Víking og þetta er hornspyrna. Við sáum á það þegar König keyrði upp í hornið að þá hefði maður viljað sjá bakvörðin koma svona í stunning fyrr og hraðar og með meira ákefð. En oft er það þannig að þegar þú ert búinn að ná forystunni að þá eru kannski bakvörðin ekki eins viljugir að keyra upp og hjálpa til við svona tilburðin en það hefði alveg mátt gera það í þessu tilfelli. Það er Baldur sem tekur hornspyrnuna og fín sending og enn er það Haukur Páll að skalla. Nú skallar það hérna framhjá stöngin í fjær. Áðan fór boltinn hérna á stöngina nær en mátti þarna ekki miklu muna. Við sjáum að hann er ekki sá hávöxnasti eins og ég nefndi áðan en hann hefur þetta í sér. Hann keyrir á boltan og hann mætir boltanum og hann er að ná þessum sköllum þó hann sé ekki hávöxn af mun stærri mönnum af því að ákæðin er til staðar og árásarkvötin til staðar. Já, Víkingarnir ætla að fara að huga skiptingu sýnist mér og þetta er flott skipting hérna frá hægri til vinstri. Þá kemur Sigurður með sendingu